Kæru gestir, við bjóðum hjartanlega velkomna Önnu Jónu Kjartansdóttur, fyrsta fyrirlesara dagsins, en hún gæða umhverfis- og öryggistjóri Terra. Erindi hennar ber titilinn Ábyrgð í öryggismálum okkar allra. Áherslur og áskoranir öryggistjóra, allir með. Við minnum á að fyrirlesarar taka við spurningum að loknum erindum sínum. Góðan dag og takk Vís fyrir að gefa mér þetta svið hér í þessar korter 20 mínútur fyrir að segja nákvæmlega eiginlega það sem að mér finnst öryggismál og öryggismenningu fyrirtækja. Ég fór á skíði í byrjun febrúar með fjölskyldunni og það ekki frásögufærandi en ég hef ekki stigið á skíði í 25 ár. Og merkilegt nokk, ég hef aldrei farið áður í stólalyftu. Við erum mætt og upp í stólalyftuna förum við á svona sleða og ég veit, áður en ég veit að ég sest og við tökum niður einhverja slá og ég lít á manninn minn, ekkert sem smellist. Erum við í alvörunni bara tvö að fara að halda þessu á leiðinu upp? Ok. Síðan þurfum við að losa miklu fyrr heldur en mér leið vel með eftir alls konar bendingar frá einhverjum starfsmönnum efst í brekkunni. Og ég mjög lofthrædd, en það skiptir engu máli. En þetta var ekki góð tilfinning. Við erum komin upp. Ég með smá vesen, alltaf með vesen. Þegar við erum komin upp, þá verði mér litið á þetta skilti. Þetta skilti var á húsinu á leiðinni niður. Ok, ég búin að ná hrollinum úr mér, við erum komin, þetta hafðist og við skíðum niður. Og við skíðum aftur og aftur. Og öryggismanneskjan ég alveg frekar svekkt mig sjálfa mig að hafa ekki skoðað öryggisleiðbeiningarnar neðri. Af því að þegar maður fyrir stólalyftu, þá var engin skyldufræðsla og engin skyldukennsla eða annað efni sem ég þurfti að fara yfir áður en ég fór af stað. Og í ferð númer 2 og 3 og allt þetta, þá gat ég ekki hægt að hugsa hvað ef lyftan bilar. Ég hafði ekki fengið neina kynningu á neinni niður eða björgunaráætlun. Hver ætlaði að ná mig niður? En af hverju ég að tala skíðaferð fjölskyldunar og skíðalyftur og annað þegar búið að kynna efni mitt fræðslu og öllum tungumálum og til allra menningarhópa? Jú. Ég á 2 börn og eftir ég var búin að fara 3 ferðir í diskalyftinu með 7 og 9 ára áttuðum við okkur að því að við gætum farið með þær hærra. Og upp í Strítu fórum við. Með 7 og 9 ára sem voru búin að vera 2 tíma í skíðaskólanum hjá kennara og við treystum þeim. Við höfðum farið saman áður og áttuðum okkur að því að þær myndu rúlla þessu upp sem og þær gerðu. Þær fóru ævintýraleiðina nokkuð mörgum sinnum þennan góða sunnudag í ónefndri skíðabrekku. Þær höfðu nefnilega, mögulega, hugsanlega, fengið meiri þjálfun og kennslu á þessum 2 tímum með kennara og okkur í töfrateppinu daginn áður en margt af okkar starfsfólki fær áður að byrja að vinna. Fólk mætir og þá bara að byrja að vinna. Eins og ég með skíðalyftuna. Af stað við fórum. En ég var með manni sem æfði skíði, þekkti aðstæður og hafði margoft setið í biðlari stólalyftu áður. Ég treysti honum og ég þekkti hann mjög vel. Við setjum reynslumesta fólkið okkar með nýliðanum. Góð hugmynd. En það fólk mjög ofta hittast í fyrsta skipti. Það þekkir ekki hvort annað bregst við í alls konar aðstæðum. Það þekkir ekki öryggisvitund hvors annars. Og það talar mögulega ekki sama tungumál. Öryggisvitund, hvaða klisja er það?
Mér langar að biðja ykkur að taka upp símann núna bara 3 svar, svo leggja hann aftur niður og skanna fyrir með hann QR-kóða og segja mér hvað þið metið ykkar öryggisvitund. Hér samankomi, held ég, yfir 300 manns, mögulega áhuga fólk öryggismál og forvarnir. Hver ykkar öryggisvitund? Svo nokkrar mínútur. Þetta nefnilega alltaf spurningin við erum ekki komin jafn langt. Og þegar ég fyrst byrjaði að vera með einhverja öryggisfræðslu fyrir 15 árum síðan, þá rétt bara 10 ára, og þá ég bara komin mjög langt síðan í minni öryggisvitund. Og við getum ekki ætlast til þess að allir séu á sama stað og við sjálf, en við getum hjálpað og leiðbeint. Meðaltal hérna, 7,7. Ok. Ég held að hafi verið heiðarleg. Ég með aðra spurningu. Hver í raun og veru okkar öryggisvitund? Fyrir mér eru bara þeir sem sögðu 10 áðan sem geta sagt, þeir sem að segja alltaf hér geta sagt að það hafi verið með 10 öryggisvitund. Það þýðir að þú bakkar í vinnunni, þú bakkar heima, þú bakkar í sundlauginni, hvort sem þú ert á Akureyri eða í Sviss eða á Tenerife, þú bakkar alltaf. Við eigum 2 bíla og það alveg áberandi hver á hvaða bíl, hvert skipti. Annar bakkar oftast í stæði og hinn stundum. Af því ég bakka oftast, en það kemur alveg fyrir að aðstæður eru þannig að ég bakka ekki. Þetta bara mega smá sens. Þriðja áskorunin og síðasta á ykkur hópinn hver raunverulegu öryggisvitund er að hér eru stjórnendur og forvarnarfulltrúar og annað fólk, áhuga fólk öryggismál. Á fyrstu 3 mánuðum ársins hversu oft eða hefur yfir höfuð tilkynnt atriði á þínum vinnustað sem hægt að bæta með tilliti til öryggismála. Já eða nei? Mín upplifun og mín reynsla er svo að fólk segir ekkert alltaf frá. Hversu oft ætlum við að labba fram hjá aðstæðum áður en við látum vita eitthvað til einhver slassi sig ekki eða meiðist eða hljóti tjón af. Það nefnilega skiptir máli. Mínar áherslur hafa verið að stjórnendur á vinnustöðum og ábyrgðaraðilar með mannaforráð það fólk sem þarf að kunna öryggisreglurnar aftur á bak og áfram. Það fólk þarf að vita hvað búið að kynna fyrir fólkinu sínu þegar það mætir. Hverju þarf ég að bæta við? Þegar þú ert í rauninu svo kannski að fara raunverulega að setja inn í þau verkefni. Hvað öryggisreglur búið að kynna? Viðkomandi búin að fara á áhættumat og hvað stóð í áhættumatinu? Hverju þarf ég sem næsti yfirmaður að bæta við? Það ekki öryggis eitthvað að gera það. Stjórnendur bera ábyrgð á innihaldi fræðslunnar, geta nýtt sér öryggissérfræðinga, hvort sem það innan hús eða aðgerðsþjónusta, en þú sem stjórnandi, þú sem mannaforráð, þú þarft að vita hvað þú ætlar að kynna fyrir þínu fólki. Og á því tungumáli sem fólki skilur. Fyrir 10 árum síðan þegar ég tók öryggismálin með jarðborunum og svo aftur hjá Ístak 2018 og var það mín tilfinning að það var bara öryggis eitthvað að vera með öryggisfræðsluna. Það var meira að segja pínlítið bara gert eftir dagatali, hvenær það passaði öryggis eitthvað að gera það.
Hvað vissi þá fólk þegar það mætti og hverju var búið að kynna og hvað gátu liðið langur tími? Einhverjir dagar og í verstu tilfellum gátu verið vikur. Við þurfum að mæta fólkinu fyrsta daginn og fyrstu dagana. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Ég græjaði bara gamaldags plastvasa, prenta út blöð eftir kúnstinnar reglum sem ég bjó mig til sjálf, ekki báði megin, þannig að auðvelt var að skipta út og aðlaga. Þýddi, jarðborunum yfir á íslensku, ensku. Við á Ísland áttum við þetta til á íslensku, dönsku, pólsku og kannski íslensku, ensku, dönsku og pólsku. Og aðalmáli var að þetta átti að vera aðgengilegt starfsmönnum á hvaða verkstað sem er. Grunn öryggisreglur, öryggis- og heilbrigðisáætlun vinnustaðarins. Inn á skrifstofu, verkstjóra, inn á kaffistofunni, eitthvað sem hægt var að grípa í. Ég fékk stjórnendur með mér. Þetta var einfalt og aðgengilegt, auðvelt að fara með þetta. Framkvæmdin eðlilega misjöfn. Stundum voru möppurnar bara afhendar viðkomandi og hann átti að lesa. Einhverju tilfellum boðaðir svona kaffistofunni með skjávarpa eða við voru fleiri en einn. En uppáhalds voru þeir hjá mér sem settust niður með viðkomandi og fóru við hverja glæri fyrir sig. Þá gastu útskýrt aðstæður sem voru í gangi á hverjum tíma og þeim tíma sem komst inn í verkið, því eðlilega voru kannski mismunandi stað eftir hvernig viðkomandi var að byrja. Já, ég gleymi hérna í það. Þau komu til Terra, þá var verið að vinna í Terraskólanum. Ég stökk á tæknina, rafræn þjálfun, bjó til öryggisfræðslu sem ég hafði gert margoft áður, skrifaði handrit og upplesið og fínt. Terra er alveg með dálítið öðruvísi starfsemi heldur en ég hafði verið áður en samt svo líkt. Munurinn er kannski að þar vinna ofboðslega margir einir og fólk fer mjög snemma á stað. Með Terraskólanum og rafrænu þjálfuninni sem að mér finnst geggjað að vera komið, getur fólk tekið þetta hvar og hvernig sem er. Það fær grunninn en svo getur bætt við í hópum eða í samtölum, hitt fólki, tökum samtalið, frekari þjálfun. En kosturinn við gömlu góðu möppurnar, ef ég fæ að vera smá gamaldags, var að þá gat netleysi eða sambandsleysi ekki haft negin áhrif. Og þegar jarðborunnar Ístak voru eðlilega á alls konar vinnusvæðum með alls konar aðstæður. Fyrir mér eru öryggiskynningar bara öryggis- og heilbrigðisáætlunin. Einfölduð, langur, leiðilegur, flókinn texti, einfaldaður í myndir og stutt textabrot. En það sem ég er kannski stoltust af á þessu 15 ára ferli í þessum málum er áhættumatsgrunnurinn sem við byggum til hjá Ístak. Saman sem hópur, saman sem teymi. Og hann áttu við til á íslensku, ensku, dönsku og pólsku. Við útrýmdum copy-paste-vinnu. Það var gert áhættugreining fyrir hvert einasta verk og hvert einasta starf í upphafi hvers verkefnis. Og þegar þurfti að fara að vinna það áfram. Hellingsvinna, en ég sakna hann svolítið mikið í störfum mínum í dag. Annað er þýðingin á öryggispakkanum góða yfir á pólsku. Þar var stjórnandi, pólskumælandi og íslenskumælandi sem ég sannfærði að aðstoða mig persónulega við þessa þýðingu. Það tók smá sannfæringarkrát en hann sannfærðist. Þegar hann var búinn að þýða það kom hann til mín og sagði: "Hei Anna, þetta var eiginlega bara svolítið gott að fara í gegnum einhverja einustu glæru fyrir glæru og þýðana." Hann fekk tækifæri að koma með endurgjöf til mín, hafa áhrif á innihald pakkans og hann skildi betur hvað það var sem við þurftum að koma til skila til starfsmannanna. Eftir þetta rúllaði hann auðvitað upp hverju einustu öryggiskynningu og ekkert mál. Hann var búinn að sjá ljósið. Hann skildi hlutverk og ábyrgð sín sem stjórnanda. Pakkinn stækkaði og voru fleiri aðilar sem komu að þýðingu og öryggiskynningunni líka. Og í dag er líka hægt að nota gervigreindina. Hún alla indriða eins og við kallum hana, hún hjálpar okkur ýmislegt. En oft á tíðum er þetta samt sérhæfðar lausnir og sérhæf orð sem maður þarf að skilja til að geta vita hvort það sé rétt þýdd. Við erum öll ábyrg fyrir að komast heil heim. Og uppáhalds hluturinn minn
í árangri í öryggismálum endurgjöf. Endurgjöf frá mér til starfsmanna og stjórnanda og það sem langmikilvægast þegar starfsmennirnir benda mér á eitthvað sem við getum ekki öðruvísi eða betur að fara. Og því eðlilega svarað með ykkur sem við brugðumst við. Alltaf. Þannig náum við árangri saman og eignumst öll ábyrgðina saman. En við berum öll ábyrgð, en það er stjórnendur og yfirstjórnendur sem verða að leiða með fordæmi alltaf. Af hverju skiptir þetta máli? Ég hef örugglega endað fyrirlestra síðustu 7 ára að gera þetta persónulegt. Öryggismál eru persónuleg. Það að vera öryggisstjóri er ekki bara starfsheiti, það er lífsstíll. Við eigum öll fjölskyldu, systkini, foreldra, og afa, börn, góða vini, einhvern sem okkur þykir vænt Og við þurfum átt okkur að því að fólkið okkar á alveg eins pakka líka. Það eiga allir rétt á því að komast heilir heim. Takk fyrir mig. Eru spurningar? Takk fyrir fróðlegt erindi. Það var alltaf að vera vitlaust hérna í Slido en svo sá ég að það var mest fólk að gefa sér einkunnir. Já, og skrifa oft á stundum og svona, þannig að það var ekki spurningar. En mér langaði kannski, hér dettur inn. Hvar eru helstu hindranir í þinni vinnu í dag? Sannfæra stjórnendur að vera með. Já, Já. áhugavert. Já. Hvaðan kemur svo tregða frá þeim? Ég veit það ekki. Nei. Ef ég vissi það, þá var ég bara með þetta. Ég myndi segja það. Af því að flest allt starfsfólki vill vera með, en það vantar stundum bara smá guidance og leiðbeiningu, top down. Já. Íslendingar geta alveg verið þekktir fyrir að vera svona mátulega kærulausir í ýmsu. Er það einmitt svona þín tilfinning að við getum víða gert betur í þessum málum hérna heima? Já, við þurfum bara útskýra af hverju. Af hverju erum við að þessu? Sumt gerum við bara fyrir stimpilinn og tjekkið og annað, þú veist. En í flestum tilfellum er þetta alltaf einhver ástæða. Og hvort sem þú ert Íslendingur eða erlendum uppruna, þú þarft að geta útskýrið af hverju. Og þá kemstu hærra á skalanum í að trúa og fara að breyta hegðun. Og það er, ég held að ég ger það svo 90% af deginu að vera að sannfæra fólk að vera með. Já. Gengur yfirleitt vel? Já, já. Nema yfirmenn. Þetta er nægt. Ég meina, þú veist, þetta hafðist allt saman. Þannig að, Já. Kærar þakkir, Anna Jóna. Takk. Hvet ykkur til þess að vera duglega að senda inn spurningar hérna í Slido, eins og ég sagði áðan, það er mjög einfalt og líka hægt að setja nafnlaust ef að fólk kýs það heldur.